Þá höldum við áfram hér í föstudagsþættinum. Við erum enn á Árbóli á Húsavík. En Húsavík er nú eiginlega bara höfuðstaður Norðurþings og það er dálítið víðfeðmt sveitarfélag. Ég kom með góðan gest. Þú varst að koma langt að. Já, ekki svo langt. Þú úr Þistilfirðinum. Já, fallegur fjörður. Mjög svo. Þetta er svona 1,5 tími í keyrslu hingað til Húsavíkur. Og hvernig var að koma? Það var bara mjög fallegt að keyra þennan morguninn. Já. Svo lítið hvasst en bara fínt. Já, lognið er að flýta sig hérna núna. Já, dálítið. En það er allavega ekki mjög kalt. En ástæðan fyrir því að ég fékk til þess að koma alla þessa leið er kannski ekki minnst að þú veist allt rannsóknarstöðina RIF. Já, eða svona flest allt. Flest allt sem þarf að vita. Eigum að byrja samt af því að ég veit að þú ert ekkert voðalega vel sofin. Ertu í Sauðburði þessa myndi? Heyrðu, já, ég er sem sagt í Sauðburðarfríi þessa vikuna. Ég hjálpa honum bróður mínum sem er með sauðfjárbú og Svalbarði í Þistilfirði. Já. Hvernig gengur Sauðburður? Það gengur bara ljómandi vel, en það er svona ennþá slatti eftir. Hvað er búið? Við erum með hátt í 600 kindur og það eru 150 eftir að bera. Já. Og eru afföll, mikil afföll? Nei, þetta er búið að ganga bara ljómandi vel. Já, ljósmæðrastarfið hefur gengið vel. Já, maður er orðinn ansi þjálfur, alin upp í þessu. Já. En þú fórst að heiman og lærði líffræði og svo bættir nú einhverju góðu ofan á líffræðina, var þetta? Já, ég tók sem sagt meistaranám í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands. Og hvers vegna? Hvað vildirðu með því? Ég fannst það bara mjög spennandi að taka ekki alveg hreina líffræði áfram, heldur taka grein sem er svona þverfagleg og leiðir svona mismunandi vinkla saman. Að mér finnst oft vanta að fólk sé að horfa svona meira á heildarmyndina. Já. Að það er svona hver í sínu horni svo lítið. Já, gæti ekki verið meira sammála. En sástu fyrir þér að þú kæmist heim aftur með þessa menntun? Það var ekki neitt sem að ég bjóst við, af því það er nú ekki mikil úrval svona af stöðum eða störfum heima við sem að tengist eitthvað inn á námi sem ég var að velja mér. Nei. En þá kom þetta starf hjá rannsóknarstöðinni RIF upp í hendurnar á mér. Segðu okkur aðeins frá því. Já, þetta er sem sagt, þetta var stofnað bara 2014 og þetta er ætlað sem sagt að byggja upp og auka náttúrufarsrannsóknir á Norðausturlandi og Melrakkasléttu sérstaklega. Og svona halda utanum og miðla þekkingu í náttúruvísindum og öðrum rannsóknum til sem sagt samfélagsins og líka til stjórnvalda og þetta er rosa tengt inn á loftslagsbreytingar og aukin umsvif mannsins á norðurslóðum. Og með því eykst rosalega þörfin á rannsóknum og vöktun á norðurslóðum. Bara svo að fólk getur brugðist við þessum breytingum. Já. Á réttan hátt á réttum tíma. Já. Og þú ert sem sagt forstöðumaður þessa? Já, svo titillinn er núna verkefnastjóri. Já. En ég er eini starfsmaðurinn sem stendur. Já. Leiðist þér nokkuð? Nei, yfirleitt ekki. Þetta er nóg að gera og þetta er krefjandi og ég er svona svolítið að finna út hvað maður á að gera svona eftir því sem að meira kemur og þetta gengur lengra. Í hverju felst samt starfið núna akkurát 2016? Já, þetta er í rauninni núna, þá er þetta svolítið verið að byggja þetta upp og það er verið að kynna þetta og koma þess á framfæri og þetta er í rauninni samskipti við aðra rannsóknastöðvar og stofnanir og reyna að koma þessu á framfæri og safna í rauninni umsóknum inn og fá verkefni á staðinn. Og hvernig gengur það? Heyrðu, það gengur bara mjög vel. Það er búið, í fyrra var svona, það var ekki mikil starfsemi en það var svona verið að koma þess að stað. Ég kom ekki til starfa fyrir miðjan júlí. Í fyrra? Já, í fyrra. Og núna er bara, gistinóttafjöldin er allavega búin að tífaldast eða svo frá því í fyrra, þannig að það er mjög gott. Hvernig er þetta lagt upp? Jú, þið ætlaðu að fá sérfræðinga til ykkar sem eru þá að rannsaka bara á sínum eigin vegum eða sínu forsendum? Já, í rauninni. Já. Þannig að þetta eru vísindamenn og stofnanir og svoleiðis sem eru að koma og gera verkefni sem eru oft sjálfstæð verkefni. En við erum svona innvinkluð í þetta því leyti að við erum að halda utan um þetta og safna þessum upplýsingum saman á eitt stað í gagnagrunn
og það er sem sagt hugmyndin að allar þessar upplýsingar frá þessum rannsóknum séu aðgengilegar í framtíðinu á einum stað. Þannig að þetta er bæði Íslendingar og útlendingar? Já, við erum sem sagt núna hluti af alþjóðlegu samstarfsneti rannsóknarstöðva sem heitir Interact og það telur núna 77 rannsóknarstöðvar allt í kringum norður heimskautið. Já, áhuga. Og þetta er nefnilega mjög flott og þetta er svona samstarf þar sem þú ert í rauninni að fá vísindamenn annar staðar frá og þú ert að senda vísindamenn á aðra staði, þannig að þetta er svona samstarfsverkefni. Interact? Já, Interact, akkurat. Og hverja ertu búin að fá í heimsókn? Hverju eru hjá þér núna akkurat til dæmis? Núna er hjá okkur þýskur doktorsnemi sem er að skoða atferli rjúpu og hvernig aukin umsvif mannsins er að hafa áhrif á bæði atferli hennar og lífsskilyrði. Og hún er sérstaklega að skoða sem sagt veiðimennsku og hún er sem sagt að skoða rjúpnahópa á okkar svæði núna en hún er að gera samanburð. Til dæmis hún var í nágrenni Reykjavíkur og svo var hún á hálendinu og í Ásbyrgi. Þannig að hún er að skoða þessa mismunandi staði eftir veiðiálagi í rauninni. Já. Þannig að það er mjög áhugavert. Hvenær koma niðurstöður til dæmis úr þessu, veistu það? Já, það er ekki alveg víst. Þetta er sem sagt 2 mánaða dvöl sem hún er í hérna á landinu. Og svo á hún náttúrulega eftir að vinna úr öllum þessum gögnum og það getur nú tekið tíma sinn. Já. Er eitthvað verið að rannsaka Melrakkann? Ekki ennþá, en vonandi. Já. En þetta er rosalega mikilvægt svæði fyrir fuglalíf. Já. Og það eru margar háarktískar tegundir sem koma þarna í gegn og þetta er mikilvægt búsvæði fyrir þá. Og mikilvægt að vernda þetta. Já, og þetta er sem sagt, Ísland er hluti af fullt af alþjóðlegum samningum í sambandi við fugla til dæmis. Og þannig er þetta mjög mikilvægt að koma þeir. Og sem sagt, Náttúrustofa Norðausturlands hefur verið að gera mjög mikið af vöktunum þar. Veistu hvað þú ert með margar fuglategundir í kringu þig? Ég held að minnir að það séu 53 sem verpaðar að staðaldri. Já. Og svo er náttúrulega fullt af umferðarfuglum. Já. Sem koma líka. Sem koma bara á leið sinni annað. Já. Nú ætla ég að vona að ég sé ekki að búa eitthvað til. Þú ferð örugglega nálægt því. Já, vonandi. Já. En hvernig sérðu framtíðina fyrir þarna? Ég sé fyrir mér að þetta eigi eftir að auka starfsemin og ég bara, eins og staðan er í dag, þá er ég mjög bjartsýn með þetta. Og við vorum að fá stóran styrk frá uppbyggingarsjóði. Já, glæsilegt. Til þess að halda áfram að byggja upp stöðina. Já. Og ég sé þetta líka fyrir mér sem mjög mikinn hag fyrir nærsamfélagið. Og bæði þess að vinna við stöðina og líka svona afleita vinnu. Bara í sambandi við þjónustu við þá vísindamenn sem er að koma á svæðið. Já. Og þá líka langar mig, það er mjög mikið svona hugðarefni mitt, að við séum að stunda fræðslustörf inn á svæðinu og kynna rannsóknirnar fyrir fólkinu á svæðinu og sýna þeim hvað þetta svæði er mikilvægt. Já, en þetta er mikil frumkvöðlastarfsemi sem þú ert að gera. Já. Þetta er allt svona fyrst í vind og veðrum. Já, og vindinum, talandi hann, loknir pínu að flýta sér þarna núna, en bara takk fyrir að koma og miðla þess og gangi þér sem allra best með þetta. Þakka þér kærlega fyrir. Og við höldum áfram hér eftir stuttastund.